Komið þið sæl, synir Egils heilsa á þessari, fyrsti þátturinn á þessari haustvertíð. En þátturinn verður með svipuðu sniðu og verið hefur. Við ætlum að byrja hér á svona tala stjórnmál og fleira, hérna fyrsta kastið og svo seinni hlutunum ætlum við bræður í og Gunnar Smári að ræða hvað okkur þykir pólitíska stöðu. En gestur okkar eru ekki að verðandunum. Það Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi þingmaður Drífa Snædal, talsmaður Stígamóta. Kona. Talskona. Já, ok, talskona. Og Þórður Snær Júlíusson, fyrrverandi ritstjóri. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, VG að funda, að reyna að grafa sig upp úr hólunni. Hvað eiga þið mikla möguleika? Er þetta seint? Ég held að greining mumma í ræðunni Guðmundar Inga formanns flokksins hafi verið bara nokkuð rétt. Annarkvort að fara í sókn eða pakka saman. Og það svona svolítið annar tónn í þessum ályktunum allavega sem ég sá frá þessu fundi. Þau eru til dæmis að fordæma ákvörðun þáverandi utanríkisráðherra Bjarna Ben að hætta fjárstuðningi til UNRWA út af Palestínu. Og svona, er þetta svona sterkt? Já. Sem svolítið áhugavert að taka svona sterkt til orða, þannig að þau eru allavega að reyna að spyrna við fótum og sem segir mann að þetta verður svolítið áhugaverður pólitísku vettur og áhugavert pólitískt samstarf í ríkisstjórninni. Haldið hafi trúverðuleika? Ég veit það ekki. Náttúrulega kemur í ljós með hana vetum, maður veit ekki alveg hvernig þetta verður en ég held að þetta getur orðið frekar skelfilegt ef að ríkisstjórnarsamstarfið heldur áfram. Umboðslaus ríkisstjórn og allir að missa völdin og það verður svona krampakenndar ákvarðanir sem verður reynt að þrýsta í gegn. Vanheilug bandalög eða vanheilug málamiðlanir sem verða gerðar. Þú fær þetta og ég fæ þetta og eitthvað svona pragmatísk stjórnmál. Þannig að svona þessi tónn sem flokksráð VG var að slá þarna í gær, ég held að það verði nú líklegra en ekki að þessu verið slítið. En dæmi sem þú tekur svolítið billegt vegna þess að hann stoppar framlögin en síðan halda það áfram stuttu síðar. Þannig að þannig verður það fordæma eitthvað sem er Já. Þetta bara eitt af mjög mörgu sem ég allan að staldraði við því að lesa þessar ályktanir, bæði almennt, ég er svona sammála drífum með það, almennt virðist vera að þau eru að slá aðeins harðar í tón í því að skilgreina sig fyrir það sem þau voru en hafa ekki verið í töluvert langan tíma. Og umfram það sem Sjálfstæðisflokkurinn er að gera, það er að skilgreina sig meira til hægri. Og svo er margt sértækt sem er bara snýra málum sem eru stór mál í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þarna eru svo mjög skýrt tala til dæmis vindorkumál sem er mikið mál fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það er tilbúið frumvarp sem náði ekki í gegn á síðasta þingi og Sjálfstæðisflokkurinn er að leggja mikla áherslu á að ná í gegn sem er þannig að það veitir þá ráðherra orku og umhverfismála heimild til þess að taka vindorkuverkinni fram hjá rammaáætlun og vísa þeim beint í sveitarfélaga og það vita það sennilega flestir að sveitarfélagastiðið á Íslandi er kannski ekki það sterkasta þegar kemur að standa í lappirnar gagnvart fjársterkum aðilum sem eiga mikið undir og það eru einkaaðilar sem bíða hérna í röðum eftir þau að fara af stað með veikburða sveitarfélög líka, fámenn og bara með litla sérþekkingu og sveitarfélögin er allt og mörg og mörgum þeirra er bara of lítil stjórnsýsla, það er eðlilega of lítil stjórnsýsla til þess að vera með sérfræðiþekkingu til þess að takast á við þessi mál og þessir einkaaðilar vonast til þess að fá leið til þess að glíma innvörungu við sveitarfélögin fram hjá rammaáætlun. Samkvæmt ályktunum sem VG var að birta núna helgina þá ætla VG bara einfaldlega ekki að hleypa þessu í gegn ef þau standa við sínar ályktanir og mikill og harður tónn sleginn það að orkuvinnsla, framtíðar orkuvinnsla og leyfi til orkuvinnslu eiga að vera í opinberri eigu. Það er verið að segja þarna raunverulega ef það á að fara í vind þá á Landsvirkjun að gera það og engin annar. Og það verður pólitískt áhugavert og er alveg mál sem gæti nýst til þess að slíta ef vilji er til. Það er líka
verið að tala sjávarútvegsmálin sem Svandís búin að vera að vinna að allt kjörtímabilið og eru núna á borði Bjarkeyjar og að hún eigi að fylgja þeim í gegn. Þarna að tala aukna gjaldtöku á auðlindina, að vera að tala auki gagnsæi og nýja skilgreiningar og tengdum aðilum, allt mál sem stórútgerðin mjög á móti og ekki verið rosalega mikill salur hjá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það raunverulega ekkert eitt, það allt þarna í orði sem bendir til þess að þetta verði, ef að VG ætlar að vera eins og þau segjast ætlar að vera í gegnum þessar ályktanir, að þetta verði allan áhugaverður vetur fyrir þá sem áhuga pólitík og erfitt að sjá að þessi ríkisstjórn nái nokkru í gegn ef þau standa fast á því, svo við ættum að sjá hvort að það sé þannig á borði líka. Samkvæmt þessu, veganesti sem þau fá frá þessum fundi, að þá líkur á að verði styrkt á milli stjórnarflokkana. Þau eru að tala auðlegðarskatt, þau eru að tala þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þau eru að tala að það þurfa að stoppa einkavæðingu og einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, eitthvað sem augljós salur fyrir hjá hinum flokkunum og hefur verið að gerast í tíð þessara ríkisstjórnar. Það verið að tala miðhálendisþjóðgarðinn sem var svona stóramáli á fyrra kjörtímabilinu og núna einhvern veginn hann verði að verða veruleika. Eitthvað sem hinir flokkarnir eru löngu búin að telja sig hafa unnið þann slag þetta sé bara þannig að það verið að tefla rosalega mörgum málum sem hægt að segja bara við verðum að fá þetta svona annars eru við bara farin og þarna allan að vera búið til alls konar möguleika til þess að slíta ef að vilji verið til þess og svo sjáum við hvað setur. Katrín Lambsdóttir, þú verið að tjáðu pólitísk mál. Já, töluvert. Ég hef ekki verið sjálf í stjórnmálum síðan 2016 og ég var átta með á því daginn að það í haustiritónum 8 ár en það breytir því ekki, ég hef ennþá skoðun og það eiginlega betra að vera með sófaskoðun að vera sófaspekulant. En þú hefur verið Samfylkingin, hún átti mjög bátt á tímabili. Þannig að þú þekkir þetta. Já, og það náttúrulega líka þannig að þegar við förum inn í stjórnmál þá erum við með miklar hugsjónir og við sjáum fyrir okkur hvernig samfélag við viljum teikna upp og svona. Svo þegar hólminni komið og þú komið með verkefni í hendurnar þá þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að þú situr uppi með alls konar bara praktísk úrlausnarefni. Þú ert að reka risastórt batteri, þú ert að tryggja laun kennara, laun heilbrigðisstarfsmanna og allt þetta gangi allt upp og þau komist í skila. Þannig að þetta rekstur mikið til. En svo hins vegar þá verður þau samt að gæta þín að gleyma þér ekki í rekstrinum svo að hugsunindan bara hverfi af því að þú verður svo upptekin á dagstælega baslinu og það svolítið það sem að mér hefur svona aðeins fundist í umræðu að því þegar þessi ríkisstjórn myndu þá var ég svolítið áhugasöm vegna sem ég varst áhugavert að það kæmi ríkisstjórn eftir mjög mikið deilutímabil sem að í raun og veru tæki yfir allt spektrumið í pólitíkinni. Mér varst áhugavert að sjá hvort að það geti leitt til eitthvað svona minni polariseringu í umræðunni og við getum náð eitthvað svona meiri málamiðlunum. En það svona gekk ágætlega fannst mig framan á og ég var ekkert óánægð með þau framan af. En svo þetta annað kjörtímabil hefur mér fundist bara fólk svolítið að bíða þessa ríkisstjórn af sér og svo kemur bara í ljós að þau eru raun og vera að því sjálf líka. Þau eru bara að segja það beinlínis og að þetta geta ekki taldið áfram og svo framvegis en hvort að þau slíti í þeirri stöðu sem að flokkarnir eru í núna í könnunum finnst mér erfitt að segja. Þú þarft að hugsa þetta þannig, ef við höldum áfram verður staðan verri eða verður hún eitthvað, get ég unnið þetta eitthvað upp með því að vera í ríkisstjórn. Það hlýtur að vera það sem þau eru öll að spá í núna og eru bara á kafi að velta því fyrir sér. Mér finnst sjálfri hef ég svona haft á tilfinningunni, ég ætla bara að viðurkenna það, ég tók það ekki út en ég hafði á tilfinningunni að síðustu vetur og sérstaklega síðasta vetur þá hafi fleiri mál verið geymt þegar kemur á afgreiðslu mála heldur en áður. Það að segja, þau ekki að taka af skarið með meiri hlutan sem þau hafa í málum þar sem ekki fullkomin sátt. Þingi var bara sliti bara langt í miður umræðu. Og það náttúrulega bara merki. Líka árið undan Og það bara merki mjög mikla þreytu og ég efast að þessi flokkar nái sér á strik. Smári, hvað heldur þú þetta? Að með
VG. Það er að segja fyrir þessar kosningar. Ég held hins vegar að það sé alltaf jarfiðu fyrir flokkur svo Vinstri græna og Sjálfstæðisflokkin, það er það í pólitískri umræðu. Þannig að ég held að, en þau þurfu eitthvað tíma til að vinna þetta tilbaka. Það er allir flokkar hafa verið með alls konar ályktanir og gert svo bara eitthvað allt annað. Þannig að ályktanir er ekki stefna sem er rekin við ríkisstjórnarborðið. En er ekki hættulegt fyrir þið núna? Ég hlustaði aðeins á fórustuna þannig, bæði nýja og gamla og tilvonandi eiginlega. Það var viðtal við Guðmund, Mumma og svo við Svandísi sem mögulega næsta formann og svo Steingrim formann þar undan, það bara Katrínu. Mér heyrðist á þeim að til dæmis á Svandísi að ætla að klára verkefnin og bara tala eins og ráðherra. Það væri að tala verkefnin og ég kannski möguleiki á kosningum eftir ár eða svona vorið. En mér hljómaði bara, og það mér veist að vanta segjum að VG hafi verið á rangri leið. Og þá er ekki nóg að segja við erum svona og þetta er stefnan okkar þegar þú hefur ekki fylgt þið eftir. Þá þarf að koma með eitthvað svona, við erum svona, ætlum að fara þessa leið, hefðum átt að fara hana og við okkur hraktist af leið og við ætlum að snúa tilbaka. Það var ekkert svoleiðis í neinu sem ég heyrði neitt segja þannig. Þannig það er ekki meiri segja með að fara í rætunar sem er nú sama og Samfylkingin sagði. Að fara í rætunar sem að Kristóf Frosta hefur verið að segja að í því fólksamt svona það var afgerandi þau hættu því sem höfðu verið að gera og ég menna það sjást bara þegar Helga Vala hætti í flokknum og svona það er stefnubreyting þar. Skilaboðin frá þessu fundi er raunverulega að við ætlum að gera allt sem við höfum gert, við ætlum ekki að hætta neinu sem við höfum verið að gera. En við ætlum bara að leggja áherslu á eitthvað hvað við erum að því að þú miskilur aðeins hver við erum. Alltaf við ætlum að leggja meiri áherslu á það. Og mér finnst þetta bara að vera ótrúverðugt. Ég sá ekki neitt svona afl í flokknum segjum að það væri nú erum við búin að horfa að stjögu við það að við erum að rangla leið. Við verðum að snúa braut og við ætlum að sækja aflið í ræturnar í hvernig við vorum að þá ætti það sjást einhvern veginn í svona bara líkamstjáningu fólks að það hefur tryðið svo sjálft en ég var ekki varð við það. Það sem samþykkja núna, er það ekki bara svona neyðarútgangur? Það eru þarna með nokkur mál sem það leggja áherslu á sem við vitum að hinir flokkarnir sem hún vil bara klára sig hún klára sitt en ekki hinir flokkarnir að stoppa þá. Þið myndust á hvernig þinglokkin hafa verið í síðustu 2 skipti á ári og þau bara rétt sem þú sagðir, þetta var svona líka í fyrra að þá voru þau búin að rífast í tölvöra tíma og svo bara var eins og þau nefndi ekki lengur að vera saman í herbergi og fóru. Meiri sem fyrir kostingar. Núna í ár þá heyrðum maður úr stjórnarandstöðunni að þau hafa aldrei tekið jafn létt þinglok bara nokkru sinni. Þau komu bara, þegar það komu á formannslevel þá bara lögðu þau fram allt sem þau vildu og þau fengu það vegna þess að stjórnar þingmönnunum eða þeim ráðamönnum í stjórnarflokkum þeir lá svo á að komast í frí ekki frá stjórnarandstöðunni heldur frá hverjum öðrum. Og svo hefur sumari farið í það að vera með einhverja svona pillur og eitthvað svona eitthvað fyrir til heimabrúks og svo við talum við Hildi Sverrisdóttur þar sem hún voru við talum okkar og sagði bara kemur ekki til greina þetta ríkisstjórnarsamstarf verður aftur og svona. Og Bjarni búinn að taka undir það. Staðan er þannig að það hefur ekki verið jafn óvinsæl ríkisstjórn á Íslandi í 15 ár. Ekki frá ríkisstjórn Geirs H. Haarde og við skulum muna við hvaða aðstæður hún fór fram. Og þá erum við búin að fara yfir allan skala, búið að vera ansi mikið á óvinsælum ríkisstjórnum þarna á milli og mikill pólitískur órói. Þetta er hvað er stuðningur ríkisstjórnar komin í 27% eitthvað slíkt. Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei mælst minni. VG er að mælast úti í marga mánuði. Framsókn fékk sína verstu mælingu frá upphafi í Gallup-könnun núna í júní. 6% þá voru 6,6%. Þetta er staðan. Og kortir í að miðflokkurinn verið stærri sjálfstæðisflokkur. Þetta virðist bara að hanga og við miðflokkurinn náttúrulega tvöfaldur Framsóknarflokkurinn líka. Skulum munna það. Það er mjög merkilegt. Þannig að þau eru að reyna að hanga á þessu og vonast eftir góðu veðri en þau vita ekkert hvernig þau eiga að framkalla þetta góða veður og eru bara einhvern veginn að vonast til þess ef að verðbólga tikkar niður og fari að ganga eitthvað vaxtalækkunarferli að það gerist eitthvað en ég meina það er bara mjög basic hagfræði að fólk mun ekki finna það fyrir
12 mánuðum eftir að það byrjar, skilur, í vasanum. Þau mun ekkit fá þessar veðurbreytingar á þeim grundvelli. Þannig að sá tími bara liðin, jafnvel þóttu þraukju út sko allt kjörtímabilið fram á næsta haust. Ég var spurður í einhverjum öðrum þætti sem ég fór í daginn, sko, hvenar er líklegast að vera kosið. Mér finnst sennilega að vera næsta vor og þau munu gera það undir þeim formerkjum að þau séu samt að klára kjörtímabilið en færa kosningar aftur á þann stað sem svona lagaumhverfið og hefðin ætlar þeim að vera og segja samt sko að við slítum ekkert en þau geta ekki hangið saman inn á haustið 2025 og alltaf fara að leggja fram fjárlög þá aftur og fara síðan í kosningar. Ég sé það bara ekki gerast. En ég velta aðeins fyrir mig núna, hvað muni gerast í haust þegar að þú ert með stjórnarflokkana í þessari stöðu, það sem að sko á kosninga framundan hættan, að þú fórst að tala vaxtalækkunarferli mögulegt framundan og verðbólga niður og svona, hættan að menn fari í gríðarlega útgjöld og menn fari í gríðarlega mikil sko ríkisútgjöld sem að síðan vinnur gegn þessum markmiðum. En það alltaf. Allir kosningavetur eru þannig að það ekki eitthvað allar ráðirinn að fara að eyða peningum núna. Það bara alltaf. Já, en svo spurning, náðu saman þessu útgjöld? Þú veist, við erum að tala að þau ná ekki saman nokkuð skapað. Ég má eyða þessu, þá má þú eyða þessu og þá leyfum honum eyða þessu. Við munum mögulega sjá þannig vetur. Þannig eru allir kosningavetur. En þá vinnur gegn aðal markmiðinu sem það að láta fólk hafa þá tilfinningu að það hafa það betur og það er augljóslega ekki að ganga að óvinsælasti stjórnmálamaður nánast Íslandssögunar sem orðinn forsætisráðherra ítrekað að segja það í ræðu og riti að við bara skiljum ekki hvað við höfum það gott, fólk bara ekki að kaupa það sér vaxtakostnaðinn sinn, hvernig hann hefur aukist 20% á mjög skömmum tíma og hvaða áhrif það hefur á bara dagslegt líf fólks og getur þeirra til þess að lifa sínu venjulega lífi. Þetta er svona bread and butter stuff sko. Þetta er bara lífskostnaðar krísa og ef að þú ferð í eitthvað útgjaldafyllir til þess að fjármagna einhver framsóknar loforð, einhver töfrabrögð til þess að tryggja einhver nokkuð prósent í viðbót, þá vinnur þú gegn þessu. Það vinnur gegn því að verðbólgan verður þrálátari en þrálátari og ég mennur að horfa samkvæmt á áætlunum núna, bara fjármála áætlun, að þetta verðbólgutímabil standi yfir í 80 mánuði sko, frá því að við vorum síðast í verðbólgumarkmið og þangað til við höfum að ná því aftur. Það er bara eitt lengsta svona verðbólgutímabil sem Ísland hefur átt. Það er ekkert smá tímabil og þannig að ef þau fara það sem ég er svo sem alveg sammála alveg sennilegt, það er alltaf gott trikk á kosningarári eða miklum peningum til þess að kaupa atkvæði, en þá ertu samt sem aður að draga úr líkunum að því að þetta svona aðalmál sem snerti flesta og verður efst á baugi í næstu kosningum. Ég held að það sé algjörlega og eitthvað kannski ekki vilja Seðlabankans til að fara í vaxtalækkunarferli. Nei, ég meina, hann mun bara ekki gera það. Ég óttast að, það verði þetta mál náttúrulega hagur heimilanna og fólk að losna undan föstum vöxtum og fari breytilega og heimilin að taka gríðalegt tak. Ég óttast líka að það verði útlendingamálin sem verði stóri þátturinn og það er svona race to the bottom núna hjá nokkrum flokkum hver ætlar að vera anstekkilegra manneskja hvort þeim sem leita hér hælis og rosalega dræmt viðnám verði ég að segja og rosalega sorglegt að til dæmis samfélgiki virðist ætla að keyra jafnaðarmennsku án mannréttinda vingils sterks sem er ekki gott. Ég hins vegar er með þá hugmynd að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn munu aldrei hafa þá ferilskráninn sinni hafa slitið ríkisstjórn. Þau ætla ekki að gera það. Þannig að eftir situr VG og þá kemur ljós hvað grasrótið segir og það er landsfundur í október. Þannig að ég er með þá kenningu annarkvort vera kosningar í október, nóvember eða í maí. En þá þarf að koma eiginlega byltingin í flokknum, bara fella þessa fórustu sem að drógu okkur út í þessa eyðimörk. Já, eða fórustan að leyfa því að gerast, ég veit það ekki. Sérðu það fyrir þér? Ég veit það ekki. Mér finnst það að vanta svolítið. Já, en ég bara, það er tvennt í stöðunni, annarkvort lufsast þessi ríkisstjórn áfram fram í maí eða sko VG er náttúrulega í þeirri stöðu þau hafa engu að tapa. Þetta með að fara í ræturnar, af því að þetta er svona
Þetta oft notað í matagerð, af því að matagerð spillist, af því að hún fer fram í svona dýrum veitingastöðum og hún bara spillist og endar með því að verða eitthvað svona asnalega réttur með einhverjum fróðum fyrir einhvern ríkan kall til að borða. Og þá fer matagerðamennin alltaf og leita róton, og þetta heitir bara Cuisine Nouvelle í Frakklandi til dæmis alltaf að fara aftur út í héruðin, aftur til mömmu og finna einhverja svona rætur hvernig matagerð raunverulega að við sitjum hérna saman og verum að borða og njótu félagskapar og verum laus við þennan einmanna ríka kalla á veitingastæðum. Og besti svona rétturinn sem segir þessa sögu að hann reyndar ítalskur, Marchesi sem var kokkur og hafði verið menntaður í Frakklandi og kom og næstu í svona höfundur svona ítalska eldhúsins eins og við höldum það eftir að svona þjóðflutningarnir verða svona kringu 1950 út af iðnbyltingunni í norðurinn og allt það. Stórkostlegur listamaður. Hann fekk svona, hugsaði, við erum búin að tapa, þetta bara orðið rugl sem við erum að elda og hann bjó til eitt rétt þar sem hann gerði risottóið sem að mamma hans hafði alltaf gert og bjó til fullkomið risotto sem eiginlega bara grjónagrautur, sem bara einfaldistur matur sem hægt og setti svo eina gullþynnu ofan á það. Og þetta náttúrulega frægur réttur í Íslandssögunni af því að þetta borðaði fólk á vegum Landsbankans 2008 og allt var þið voru að éta gull. Raunverulega var rétturinn að segja það að einfaldleikinn og eitthvað sem við eigum inn í rótunum okkar, það gullið okkar. Og þegar ég var að hlusta á fólki koma og tjá sig flokksráðsfundin á VG, þá var ég alltaf að bíða eftir því að kæmi með þennan rétt, hvað gullið okkar? Hvað það sem að þessar rætur sem eru þannig að þau getur læknað þetta ástand sem við eigum við í dag? Og ég heyrði það ekki. Ég sá bara fólk koma, það var kannski að minnast á risottóið, en það var komið með fróðuna og vildi hafa allt draslið með líka. Þannig að það bara vantar í þetta uppgjör. Það er ekki nú aðgerandi. Það vantar uppgjörið. Ég meina, og ég held að VG gerði það, þeir klöppuðu Katrínu. Já, ég held að VG ráði til þess ekki við það, að gera uppgjör við pólitíska arfleið Katrínar Jakobsdóttur. En er ég nú ekki í Vinstri grænum en ég hins vegar alltaf aðeins að taka upp hanska fyrir þau vegna þess að ef maður horfir samt tilbaka yfir þessi 2 kjörtímabil að þá einn málaflokkur þar sem að þau sem hefur verið þeirra hjartansmál og það þessi virkjanamál, þau hafa svona freka verið á stopphnapnum þar í gegnum tíðina, þeim hefur alveg tekist það í gegnum þessi 2 kjörtímabil. Það hefur bara mjög lítið gerst og þá 3,5% fyrir það. En bara ef við horfum á málefnin, að því þú ert að segja það sem þú skrifar og það sem þú gerir, að þeim hefur þó tekist það í þeim málaflokki. Þannig að við séum nú svona aðeins sanngjarnt gagnvart því. Nei, en staðan þeirra svo að þau koma með, þetta höfum við gert og fá 3,5% frá almenningi. Já. En það sem þú ert að leggja til að þau bara að leggja enn meira áherslu á það sem þau gert. Nei, ég er ekki að leggja neitt til, ég er að segja að því þau hafa þó að minnstakosti staði vörðum það að menn hafa ekki virkjað í þeirra tíð. Menn hafi ekki raskað náttúrunni umfram það sem að gert hefur verið áður og það er svolítið það sem að þau hafa verið staðið fyrir. Ég held að sé alveg hægt að bæta við þetta eins og þau gerðu og mummi gerði í ræðinu sinni að ég meina pakkinn sem fór, kjarapakkinn sem fór inn í síðustu kjaraviðræður, hann er mjög á þeirra forsendum, þau ná til dæmis sinn hlutum eins og þessum gjaldfrjálsu skólamáltíðum sem er svo mikið hittur í beinum margra sjálfstæðismanna þeir sofa alla á nóttunni en það er þrátt fyrir þetta þá leggja þeir sem gætu hugsa sér að kjósa VG það heildar mat á frammistöðu flokksins yfir þessi 2 kjörtímabil að hún hafi verið afleidd og rosalega stór hópur sem hefur farið sem var gildandi þarna í langan tíma og rosalega stór kjósendahópur sem er búin að ákveða að hann ætla ekki að treysta þeim aftur. Það er auðvitað þannig að fyrra kjörtímabilið var mjög sérstakt með COVID og þessi ríkisstjórn hentaði vel fyrir það að vera með þetta breiðu ríkisstjórn að takast á við tiltölulega svona, ég ætla ekki að segja einfalt verkefni en venjuleg stjórnmál voru tekin úr sambandi þú fyrst og síðast að bregðast við kórónuveiru faraldri heilbrigðislega og svo efnahagslega og það gekk vel og þau fengu svona rally around the flag effekt og fóru inn í kosningar áður en að COVID var búið með meira fylgi en þau fengu í kosningunum 2017 saman þrátt fyrir að það hefði verið tilfærsla þar á milli út af Framsóknar töfrabröðum meðal annars og svo bara var alvöru stjórnmálum stungið aftur í samband og þau sitja þá hringinn í kringum borðið og horfa framan í hvort annað og átta sig yfir þetta á því að þau eru ekki sammála neitt og það hefur verið bersýnilegt öllum
það var rétt sem, ég man ekki hver sagði það en mér fannst það bara góð greining, þau eru bara einhvern veginn, það er allir að bíða af sér þessa ríkisstjórn, líka fólki sem er í henni og af hverju þau eru að halda áfram, eina svona ástæðan sem ég einhvern veginn lenda á það bara að svona sólkerfið í kringum þetta, fólki sem einhvern veginn hefur lífsviðurfærið af þessu, þingmenn sem sjá fram á að þeir mun ekki frá endurkjör, ráðherrar sem kunna vel við sig í ráðherrastólunum, allt starfsfólki sem er í kringum þetta vill bara einfaldlega ekki sleppa alveg strax. En launaða forysta hefur bara mikil völd í flokkunum. Það er engin einhvern veginn önnur ástæða til þess að halda áfram svona hjónabandi þar sem annan makinn er búin að sofa á sófanum meira og minna í 3 ár sko. Ég held að þetta sé líka það að sko við vorum bara komum út úr náttúrulega nokkrum, það voru þarna kjörtímabil þar sem voru styttri og það var greinilegt að það var líka þreyta á því, menn vildu svona eitthvað stabilitet. Hver var þreytur á því? Þetta almenningur sé alltaf til að kjósa. Já, en það er svona, það getur vel verið, en ég er að segja sko, ég held að hafi hlaupið í menn svona þessi vilji til að hafa staðfestu í stjórnmálunum, en á hvers kostnað sko. Þú veist, þetta er alltaf bara mat. Það er hérna, sko, formennir Bjarni og Sigurður Ingi, þeir segja báðir ítrekað að þeir sem er svo sterkt umboð, ríkisstjórnin sem er svo sterkt umboð, svo marga þingmenn, en allar skoðanakannanir, alveg sama hver gerir þær af undanförnu, hafa sýnt allt annað. Sko. Þeir eru búin að missa frá sér umboðið í rauninni, en þeir flagga þess alltaf. En Smári, er ekki... Já, en ef þeir væri að nota umboðið til þess að raunverulega koma að klára mál, þá kannski myndum að segja ok, sko. En þeir eru ekki einu svona að því. Þetta væri, sko, þetta er ræða fyrir þann sem er að reka í gegn eitthvað mjög erfitt mál í, þú veist, stórkostlega þýðingamikið mál sem að nýtur svona, þú veist, veldur óróa í samfélaginu, en þau eru bara ekki að gera neitt, sko, með þetta umboð. En maður varandi VG, því að sömuleyti að því að þeir eru að tala um hvað þau hafa gert. Og til dæmis Katrín alltaf niður í þingi, hún byrjaði alltaf að þylja upp það sem þau höfðu gert. Og einhver leyti myndi ég telja að sko þessi framsetning, ég meina og svo er önnur til viðbótar sem er, ég meina ímyndu okkur að við höfum ekki verið ríkisstjórn, ef að miðflokkurinn hefði verið þarna, hvernig væri þá staðan í útlendingamálum, þið kannist við þetta frá VG. Ég held að þessi málflutningur þeirra, það er hann sem að bara nær engum eyrum sko. Það er ástæðan fyrir að þau eru svona neðarlega, þau koma alltaf í svona einhverju vörð sko, það er sagt hérna ástandið er svona og svona og þá segja þau, já en við gerum þó þetta sem er kannski stundum hlustar maður svo ræður og það var verið að tala um kannski 100% vanda og það var nefnt eitthvað sem var kannski 2,5% sem að eitthvað svona, þú veist, þú verður að fá að tala um það sko, hvert við ætlum að fara með þetta samfélag. Það getur ekki bara að tala um, já við hækkuðum, það eru fría skólamáltíðir og við hækkuðum samkvæmt vísitölunni eftirlaunin áramótin 2021 og ég meina, ég held að fólk átti sig á því mjög margir sem sko eru í stöðunni sem ég er í til dæmis að hafa yfirgefið VG að því mér leist ekki á hvert það var að fara áður en þegar var ákveðið að ganga til viðrana við Sjálfstæðisflokkinn að sko það er búið að flytja út vinstrið og það er, fólk upplifið það sem þennan stóra fórnarkostnað við þetta ríkisstjórnarsamstarf. Það er ekkert sterkt vinstri á Íslandi sko, þessi skýra sko rödd og maður, þú veist, ég verður oft hugsaðu mál sem eru í deglunni og hugsaðu að þarna hefði VG gjörsamlega tjúlast á þingi og það er bara þögn. Þannig að það er búið að fletja út stjórnmálin og það er það sem er sko, það er ástæða fyrir því að fylgið er bara undir því að komast inn á þing af því að fólk upplifir þetta mjög sterkt sem fórnarkostnaðinn og hann er ekki réttlætanlegur. Ögmundur segir það er engin vinstri mann á þingi, segir Ögmundur. Björg Elnisdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, það segir að það er engin umhverfisverndarsinni á þingi og ég meina það er náttúrulega það sem gerist þegar stjórnvöld eru svona samansett, þetta fletur út en hins vegar virðist sko hægrið hafa elst og það er náttúrulega einhverju straumar utan líka sko, það er stemningin í Evrópu og eitthvað sem að hélt að við gætum einhvern veginn frestað eða jafnvel dregið úr hérna á Íslandi en það er í rauninni það sem við erum að horfa á, hægrið hefur elst og vinstri að fletast út þannig að og það er ekki góð eftirmæli með vinstriflokki. En á móti kemur við langar með að segja að sko það er líka sko viljum við hafa á þingi þegar þú er komin í þá stöðu að raunverulega vera í ríkisstjórn og fara að gera eitthvað
hvað hefur þá mikið svigrúm til að halda áfram bara gagnrýna og tjúllast, skiljið, þú ert bara í verkunum. Sko það þarf alltaf að vera öflug stjórnarandstaða, ég held að við verðum að vera sammála um það. Ég held að eina leiðin til þess að sko fyrir vinstriflokk til að gangast inn í ríkisstjórn, og ég er ekki þar að vinstriflokkar eigi aldrei verið ríkisstjórnum, sé með vinstri áherslur. Já. Og það þarf þá bara, ég meina, eina leið VG til að fara ríkisstjórn aftur að semja það fyrir kosningar með vinstri, með Samfylkingunni, Sósíalistaflokknum, einhverju sem verða hugsanlega á þingi og segja bara við ætlum að mynda ríkisstjórn svona eða ekki. Þetta finnst mér áhugavert vegna þess að ég er farin að hallast að því að það eigi að vera blokknast. Menn eigi bara að segja þetta verður svona, við vitum nákvæmlega fyrirfram að hverju gengið og það verður blokk. Það liggur fyrir núna 2 af 3 stjórnarflokkunum sem viðbragð við þessu vorum að tala um áðan, þessu viðtali við Hildi Sverrisdóttur, þingflokksformann Sjálfstæðisflokks og svo viðbröðum formanns hennar við því að þetta stjórnarsamstarf kom ekki til greina aftur, bæði VG og Framsókn voru mjög fljót að segja bara við göngum óbundið til næstu kosninga. Já, mjög áhugavert. Og eru búin að leggja það bara upp að það verði þannig að ég held að sé algjörlega útilokað út frá því að það veri einhver blokkamyndun meða við það sem þið hafa sagt. Þú veist, það er auðvitað rétt, það er þessi svona innflutningur á þessari menningarstríðspólitík sem er grasserandi í Bandaríkjunum, í Bretlandi og víða í Evrópu þar sem áherslan er á að svona búa til eitthvað svona við og þið stemningu og þar sem útlendingar sem koma hérna til þess að leita sér að betra lífi eru þeir sem eru að ræna aðra hópa viðkoma hópa einhverjum lífsgæði. Ég held að bara vandamálið fyrir sko hægrið hérna á Íslandi núna, það Sigmundur Davíð má nú eiga það og ég vona að skilja hvað ég á við með því að hann er svona að ná betri tökum á þessari pólitík og hún er að skila honum meira fylgi og hann verður alltaf í yfirboði við Sjálfstæðisflokkinn sem er í grunninn vill vera klassískur íhaldsflokkur og þarf og virðist ætla bara að vera þarna, ætla bara að fara að keppa einhver prósent við miðflokkinn í aðdraganda næstu kosninga með því að reyna að hræða líftórunu fólki það að hér þurfa að stoppa ykkur útlendinga. Svo horfum við bara á tölunar. Sko í fyrsta lagi er Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað búin að vera með þennan málaflokk í 11 ár. Þannig að ef þú ert á þeirri skoðun að útlendingamál séu vandamál, þá er einn flokkur sem ber ábyrgð á því. Það er Sjálfstæðisflokkurinn. En svo horfum við bara töluna núna. Við vorum með mjög óvenjulegt fyrirkomulega þarna vegna sem við hleyptum 2 hópum fram fyrir röðina. Það voru pólitískar ákvarðanir að gera það. Tíma Venezuela, þar sem við vorum að elta Bandaríkin vegna þrýstings það að Guaidó yrði viðurkennd sem forseti í Venezuela 2019 og tókum á móti stórum hópi mjög frambærisfólk frá Venezuela sem var mikla atvinnuþátttöku og gerði mjög vel að komast inn í íslenskt samfélag. Svo tekin ákvörðun það í ykkur svona menningarstríðspólitík að setja tappan í flöskuna og hvað gerist þá? Jú, að söfnuðu saman á annað 1000 Venezuela-búar sem allt í hennu mátti ekki vinna og fóru á opinbera framfærslu og juku kostnaði kerfið upp úr öllu valdi og þetta var bara pólitísk ákvörðun tekin að þessari ríkisstjórn og af ráðuneytum eða undirstofnunum ráðuneyta sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrði. Núna í byrjun ágúst fjöldi flóttamanna sem hafa komið til Íslands er rétt rúmlega 1400. Þar eru 2 af hverjum 3 frá Úkraínu og það er á grunni ákvörðunar það að framlengja það að Úkraínumenn fari fram fyrir röðina sem var tekin í mars af ráðherra Sjálfstæðisflokksins og ég held að sé meira og minna engin ágreiningur að við eigum að gera. Það er mjög lítið, það er mjög fáir í samfélaginu sem er að fetta fingur sem að taka móti Úkraínu. Þá erum við eftir með nokkur hundruð manns. Eru nokkur hundruð manns að sprengja innvið á Íslandi? Nei, þeir eru bara alls ekki að gera það. Þannig að það ætti að vera líka tækifæri til þess bara með vísun í þetta sem ég er að fara yfir núna, tölur, staðreyndir, að færa þessum fyrir aðra flokka, leyfa bara þessu hólfið þarna að kannibalisera hvort annan það, hvor getur gert kjósendur hræddari til þess að kjósa sig og hinir getur bara að fara að tala það, jú, við erum í mikilli innviðaskuld á Íslandi, meðal annars vegna þess að við höfum gengið gegnum einhverjum mestu samfélagsbreytingar sem við höfum gengið í gegnum nokkur sinni með því að byggja upp atvinnuveg sem er gríðarlega mannaflsfrekur og gengur mjög á innviði og með lága framleiðni sem er ferðaþjónusta sem skilar auknum hagvexti en við haft mjög margar neikvæðar afleiðingar líka án þess að við rukkum raunverulega geiran fyrir það og allt fólki sem hefur flutt sem ég þeirra skoðunar alla börði til þess að bæta íslenskt samfélag mjög mikið. Við þurfum að fara að horfa á inngildingu og það að
laga innviðaskuldina sem við sköpuðum sjálf með því að fara þessa leið og eiga það þá samtal og leyfa bara hinnum sem vilja vera bara þarna að tala útlendingamál eins og hér sé það helsta ógn íslensks samfélags að éta hvort annan innan með því. Ég er svo hjartalega sammála þessu og mér finnst þessi umræða útlendingamál, mér finnst hún oft svo óþægileg að því mér finnst hún svo, það er svo mikil ótti í henni. Ótti við að sé vera að taka frá þér eitthvað. En svo þegar við horfum á tölurnar þá hér lítið atvinnuleysi, það er mjög mikil atvinnuþátttaka hjá þeim sem hingað koma og kjósa að koma hingað eða hvort sem þau kjósa það eða þurfa að fara annað og flýja sitt eigið heimaland. Og við eigum að fagna þessu og við getum gert svo miklu betur eins og með inngildinguna þá hefur ég verið mjög hugsað eins og með menntakerfið. Tökum sér dæmi framhaldsskólan. Hvað í boði fyrir þau ungmenni sem eru ekki með íslensku, eru að læra hana og eru ekki jafnvel sterk í ensku. Ekki það sterk að þau geti farið á þessar alþjóðabrautir sem hér í boði. Það er mjög lítið. Þannig að hvað gerist? Þau detta þar út. Við þurfum að passa upp á þessa hluti. Við þurfum að finna leiðir fyrir yngra fólki sem að kominga til þess að geta orðið raunverulegi þátttakendur. Af því að ef við horfum bara á til dæmis framtíðina að þá er hætt á því að við séum að búa til alveg gríðarlega stéttskiptingu sem byggir á því hvort þú ert hér aðfluttur eða ekki. Og það er ágefn og það er ekki fram. Þessa umræðu vil ég vera að taka innflytjendamál. Miklu frekar heldur en hvort að við séum að taka á móti svona mörgum eða frá þessu landi byggt á okkur ótta við eitthvað menningar ég veit ekki yfirtöku eða sem er náttúrulega bara ég hef enga trú á að muni nokkuð tíman gerast ef við gerum þetta bara vel og faglega og inngildingi verði raunverulega á öllum sviðum. Ég ætla að fá tækifæri að því að við erum líka útvarpi. Gestir okkur Katrín Júlíusdóttir, Drífa Snædal og Þórður Snær Júlíusson. En það er mikið í pólitíkinni, en í þessari viku sem er nýbyrjuð, þá verður, er ekki vaxtaákvörðunardagur á miðvikudaginn? Já. Og ég heyri á ykkur að það reiknar engi með því að stýrivextir verði lækkaðir. Er það? Nei, ég meina það er ekkit sem bendir til þess. Seðlabankinn er búin að gefa leiðsögn það hvernig hann er að hugsa þetta. Og með að við hvar við erum stödd, þú veist, þá ef hann ætlar að standa við þær yfirlýsingar sem hann hefur gefið áður í yfirlýsingum peningastefnunefndar, þá er hann ekki að fara að lækka vexti núna og þá erum við búin að ná heilu ári á þessum svimandi háu vöxtum og það er ekkit fyrirsjáanlegt að svona kannski helstu drifkraftarnir í verðbólgunni það sé að fara að sjatna eitthvað rosalega mikið í þeim, sérstaklega á húsnæðismarkaði. Getur verið að bara fólk bara hafi farið, sé bara fara, það nenni ekki að taka þátt í þessu, kannski ungt fólk að flytu bara eitthvað Norðurlandan eða eitthvað í Evrópu? Nei, ég veit ekki, ég held ekki, það er nú yfirleitt svona, yfirleitt gert meira úr þeim sögum heldur en efnistanda til. Það er náttúrulega nokkri hluti sem gerast, ég meina Grindvíkingar koma með 60 milljarða inn á húsnæðismarkaðinn og auðvitað hefur það áhrif, það hlýtur að segjast. Og svo voru kjarasamningar og þeir voru mjög hófsamir og það var til þess að leggja lóð á vogarskálar vaxtalækkana. Ég held hins vegar þetta sé svolítið svona, og nú er rosalega gott að vera vitur eftir á, ég náttúrulega kom ekki að þessu samningum, en þeir voru það hófsamir að millistéttin hugsar, nei anskoti, við ætlum að sækja meira. Þannig að þetta er svolítið svona býtur svolítið í skottið á sjálfu sér að þeir voru það lágir að, eins og ég segi, þær stéttir sem hafa færi á að sækja meira, þær gera það. Hvort sem það er í einkasamtölum inn í fyrirtækjunum eða í kjarabaráttu eins og við sjáum núna lækna og kennara og svo framvegis. Þannig að þetta er, við erum pínu fórnarlömb of lágra kjarasamninga á almenna markanum, myndi ég segja, og ég er ekki að gagnrýna þessa samninga per se, ég er bara að segja svona þegar maður lítur í baksýnisspegilinn þá meti ég það þannig. Og það er náttúrulega drifkraftur að verðbólgu líka. Já. Og það er ekki til hagsbóta fyrir þá lægslaunu, það er til hagsbóta fyrir millistéttina sem nær alltaf einhvern veginn nær að semja án þess að vera í spennitriði.
bara burt sér frá öllu hvað svona hátt vaxtastig hvað það hefur neikvæðar afleiðingar til svona langs tíma, að þá skil ég mjög vel þessa kröfu þeirra sem stóða síðustu kjarasamningum að það verði farið í þetta vaxtalækkunarferli. Til þess voru þeir gerðir. Þau stóðu við sitt. Og mér finnst það eitt að mér finnst svona þurfa að koma eitthvað vínt til þessa hóp sem að raunverulega fór af heilindum inn í þær viðræður með þessar forsendur að leiðarljósi. En svo á móti kemur það sem við ræddum áðan að það náttúrulega óvissu uppi, kosningaár, hver verða ríkisútgjöldin og svo framvegis að það þarf að koma, þannig að maður veit ekkit hvað þeir munu ákveða að gera á miðvikudaginn, víst að þeir fóru ekki í þetta ferli í hvað var það mars þegar menn voru ekki alveg sammála í nefndinni, það var atkvæði greitt gegn ákvörðun að viðhalda þessu. Þannig að þá strax voru komin upp 2 sjónarmið innan bankans það hvort að þetta haldi svo svona áfram eða færi vaxtalækkunarferli. Þannig að ég veit ekki akkur ætti þá að byrja núna þegar í raun og veru kannski meira óvissa heldur en var þá. Þannig að það erfitt að spá en við verðum bara að sjá hvað ákveða. Seðlabankinn rekur. Hún svo að ég held að ekki 4% jákvæðir stýrivexti Seðlabanka sem heimsmet, Þórður getur leiðrétt ef hann þekkir eitthvað landa sem boðu upp á svona rugl. Þetta þýðir það að fólk að borga kannski 9% raunvexti á húsnæðisláni sínum. Fátækt fólk með yfirdrátt upp á svona 12%. Þetta náttúrulega 17%? Bara... Já, ég meina 17% að tala raunvexti. Já, fyrir ég. Og ég meina við búum í einhverju skrýpa landi sko. Og þetta kallað efnahagsstjórn. Við verðum líka að fara yfir þetta tímabil allt saman frá því að peningar voru gerðir ódýrari en nokkru sinni áður með mjög lágum vöxtum og svo yfir mjög langt tímabil þá eru rosa stórir hópar sem voru bara með mjög neikvæða raunvexti á sitt stað alveg rosalega eignatilfærsla á milli hópa. Þeir sem voru hefnir í fastvaxta lottóinu, þeir eru búin að fá rosalega raun eignartilfærslu til sín yfir þetta tímabil að borga vexti sem eru í engu takti við það og hinir sem eru oft á tíðum kannski viðkvæmustu hóparnir sem hafa ekki höfðu ekki bara tækifæri til þess að fara í svona fastvaxta óverðtryggða vexti kannski bara verið í verðtryggðu og annars slíkt, þeir bera alltaf mestu byrðarnar af svona leiðinda ferðalagi eins og við erum búin að vera í allt og langan tíma núna og auðvitað sem eru með minnst á milli handan, við sáum bara hvernig þróun á ráðstöfunartekjum, kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilina hafi verið, en þetta á núna 7 ársfjórðungum þá hefur tvisvar verið aukning og hina hefur bara verið samdráttur í kaupmáttunum og síðasta aukningi var 0,1% sem valla tikkar, hún svo lág. Og aðalástæðan fyrir þessu eru ekki vaxtagjöld. Vaxtagjöldin bíta og þá hafa hverjulanda stigið fram og sagt bara já en hin hliðin hugsaði bara alla vextina sem fólki sem með peningana sinna á innlánsbókum að fá út af því að það eru vextir á því og svo þá getur maður bara kíkt á Hagstofuna og kíkt bara hvernig skiptast innlán á milli tekjutíunda og það svona sirka helmingurinn eða rúmlega helmingurinn af innlánum hann hjá efstu tekjutíundinni þeir sem eru mestu tekjurnar og ígjurnar þar munu verða meiri skilurðu, þau eru ávaxta það pund mjög vel á mjög háum innlánsvöxtum á meðan þeir sem eiga ekki sparifé og bara lifa mánuði til mánuði og stundum valla það, þeir standa frammi fyrir því að kostnaður við það að vera til sífellt að aukast. Þetta einn raunverulega efnahagsstefna sem rekin hérna. Það verið að flytja peninga frá þeim sem ekkert eiga eða lítið eiga til þeirra sem eiga mikið. Og það verið að gera það með ógnarafli, meira afli, sú kvörn sem gengur á Íslandi eru öflugri heldur en nokkuð staðar í heiminum. Þetta efnahagsstefna til dæmis VG. Það ekki þannig að byrja Ásgeir gerði þetta í Seðlabankanum, það ekki þannig Ríkisstjórnin ber ábyrgð á efnahagsstefnu íslenska ríkisins. Við stundum lýst þessu bara það að reka íslenskt heimili stundum dálítið eins og að reka bara eitthvað vogunarsjóð. Þú þarfst að taka ákvarðanir svo margt og alltaf að vera á tánum
það hvort þú ert að breyta lánaform, styttið að lengi í láninu, átt að fara, er hagkvæmara með verðtryggt núna eða óverðtryggt, stutt verðtryggt eða eins langt óverðtryggt og þú ræðið við með afborganir, átt að festa, átt að vera með breytilega, þú ert að setja fólk í ykkur aðstæðu sem eðlilega flest fólk hefur engar bjargir að getu til þess að reikna sig niður og meiri segja fólk sem með ágætis yfirsýn og þekkingu á þessu tekur oft rangar ákvarðanir í þessu vegna þess að það svo lítill fyrirsjáanleiki. Og þeir sem byggur til vogunarsjóðina fólk sem átti svo ógeðslega mikið pening að þau gátu tekið mikla áhættu í fjárfestingunum, gátu veðjað á alls konar hesta og tapa miklu fé. Þessi aðstæði þrönguð upp á fólk á Íslandi sem á eiginlega ekki neitt. Þetta bara galið og að við skulum ekki vera einhvern veginn að grípa fram í fyrir hendurnar á stjórnvöldum og seðlabankanum sem að bara ganga milli bols og höfuðs á lífskjörum. Svo fer þetta upp tekjustiga, einhvern tímann mun koma náttúrulega kennararnir og læknarnir og láta ekki bjóða sér þetta, meðal annars vegna þess að þau finna það, hvernig hærri vextir að éta upp lífskjörið það. Þannig og við sjáum þetta í könnunum, fyrir kannski 4-5 árum var það kannski svona 1,50 sem var í miklu basli. Þetta komið upp í 1/3 núna og þetta bara á leiðin í 40% og 50% vegna þess að við búum við afleita efnahagsstefnu sem í höndunum á fólki sem mér finnst það bara þegar Seðlabanki kemur eða fjármálaráðherra eða forsætisráðherra, mér finnst það fólk bara að tala tóma steipur. En þarna finnst mér við líka þurfa aðeins að fara bara, við höfum ekki tekið svona grundvallar umræðu efnahagsstefnu og peningastefnu í mjög langan tíma. Þetta bara svona business as usual, þetta bara svona heldur svona áfram og við segjum þetta svo flókið og þetta umræðu svo þung og einhvern veginn hún bara látin liggja og svo ertu með ríkisstjórnarflokkar sem hafa svona meira svona, hvað var að segja, þeir hafa ákveðið að taka ekki á þessu og hafa kannski heldur ekkit á sinni stefnuskrá að gera það. En við þurfum að ræða, ætlum við að halda áfram með íslensku krónu, ætlum við að halda áfram að reka samfélagið eins og við höfum gert það með sama hætti. Við þurfum að fara að taka þessa umræðu aftur og við höfum að gera það reglulega. Og þá sagt, það nú engin töfralausn að gangi í Evrópusambandið og taka upp evru. Nei, það það ekki, en það eina praktískum lausnum sem liggur á borðinu og við þurfum að skoða, það okkar ábyrgð. En grundvallarspurningin ætlum við að hafa ríkisvald sem að hagsmuni og auð hinna ríku eða ætlum við að hafa ríkisvald sem að hagsmuni og lífskjör fjöldans? Það líka spurning, já. En hina spurninguna megum við ekki alltaf megum ekki alltaf horfa fram hjá henni og segja, við ætlum að hengja þjóðarstoltið okkar hálsinn á íslensku krónunni. Það svolítið þannig í dag. Halda áfram á þessum löfléttu nótum. Þetta ein hliðin, við erum að tala þetta bara raunveruleikinn þrátt fyrir digurbarklegar yfirlýsingar núverandi forsætisráðherra það að fólk bara skilji ekki hvað það gott, það sjáu bara ekki veisluna. Þá þetta ein hliðin, þessar tilfærslur og þessi svona lífskjara krísa sem blasir við mörgu fólki og bara grafalvarleg. Og ein hliðin svo að við höfum vanrækt mörg velferðarkerfi og innviði í allt og langan tíma og maður skoða bara til dæmis löggæslu. Satt svo í mér að ég sá okkur skýrslu frá lögreglunni að þeir voru að benda á að sýnilegi lögreglumenn á vakt á höfuðborgarsvæðinu öllu núna eftir alla þessa fólksfjölgun sem við farið í gegnum eru jafnmargir og voru bara í Reykjavík árið 2007. Meldið þetta eins. Miklu fleiri verkefni, bæði vegna þess að bara íbúum hefur fjölgað og við erum búin að fara frá því að vera með nokkur 100.000 ferðamenn í 2 milljónir á þessu tímabili. Verkefnin eru bara orðin gigantísk og svo ertu með heilbrigðisþjónustuna sem auðvitað líka sér mjög á vegna þess að kunnum hennar hefur fjölgað alveg gríðarlega, bæði vegna þess að okkur hefur fjölgað mjög mikið sem búum hérna og vegna þess að þeim sem koma hingað í heimsókn þeir auðvitað líka að lenda í heilbrigðisvandamálum og auka álag á heilbrigðisþjónustuna. Og eru öldruð. Og þetta bara var aðalpunktur í nýri áskýrslu Landspítalans að benda á þetta. Þetta og við erum auðvitað eldast svona mikið samhliða. Samgöngumál, við erum bara, hvað er langt síðan við gerum ykkur göngina? Bara í alvöru.
horfum á önnur lönd sem búa við svipara, Noreg, Færeyjar, þar sem samgöngumál eru bara litið á bara mjög nauðsynlega grunninnviði að halda þeim í góðu horfi. Við erum bara með grotnandi samgöngur mjög víða. Þetta nú reyndar ekki alveg sanngjarnt, sko. Og samgöngukerfi sem eru ekki að, Við höfum fundið upp lausbundið slitlag. Ég alveg til að kvitta undir, sko, bara heilbrigðismálin og menntakerfið og allt það. Ég held að það sé náttúrulega, það er ákveðin pólitísk stefna að svelta það út í einkavæðingu. Við vitum það og það er verið að gerast í heilbrigðiskerfinu og einhverju leyti í menntakerfinu. Já, sko, í samgöngumálum við náttúrulega vorum með þetta þessi rándýru Vaðlaheiðargöng, þú varst að tala um göng, sko, sem einhver og þú veist, við höfum náttúrulega ekki gert mjög gott móti í samgöngumálum í einkarekstri versus ríkisrekstri en Vaðlaheiðargöng eru náttúrulega nánast sko glæpsamleg. Ég veit það. Þetta er bara svindla fram fyrir áallu á okkur rugli og ríki og svo bara moka pening. Það er nú kannski ekki eðlileg og þú veist bara svona eðlileg samgönguframkvæmd og á kannski ekki að vera eitthvað sem að horfa til þegar við erum að tala um það. En erum við ekki að gera það núna í Hornafjarðarósi með sambærilega það sem er einhver framkvæmd svona logið inn átt að kosta helmikið minna og átt að vera einkaframkvæmd og núna komið bara búin að éta upp. Svo farið vælandi til ríkisstjórnarinnar til þess að fá einhverja milljarða til þess að éta upp alla framkvæmda fyrir Vegagerðarinnar. Ég var síðasta kjörtímabilið mitt á þingi, þá var ég umhverfis- og samgöngunefnd og setti mig þá inn í samgöngumálin sem ég hefði ekki endilega verið málaflokkur sem ég hefði verið mest í fram að því. Og það sem að truflaði mig var að ég hefði viljað sem stjórnmálamaður á þeim tíma í staðin fyrir að tala um þetta út frá því að það þarf nú að fara meir í þetta kjörtumi, eitthvað svona skipting og eitthvað svona víl og díla um þetta, að ég fengi bara sem ábyrgur stjórnmálamaður að sjá kort um það hvar er álagið mest, á hvaða hlutum er álagið mest og hvaða stöðum og er samgöngukerfi þar getur það haldið eða getur það staðið undir því og ef ekki þá verður bara komið svona rauð svæði, þetta er eins og bara við erum með rauð svæði í náttúruvernd að þá sé bara fókusinn þar og þetta sé svona svolítið innan gæsalappa automatist. Auðvitað það líka vera alltaf einhver samfélagsleg greining á því eins og til dæmis að það vera sameina sveitafélög eða það er eitthvað svona atvinnuuppbygging eða annað slíkt framundan að þá séum menn að horfa fram á við og styðja við það með einhverjum samgönguúrbótum en að við séum meira að hugsa þetta svona og þetta sé ekki alltaf hvað var að segja, svona rósi hnappagatt stjórnmálamanna, einstaka framkvæmdir. En veginir því að það hefur svolítið verið talað um það í sumar og kannski að því að veginir eru bara verri, kannski að því að fólk er eitthvað að ferðast. En það eru sumir vegir sem eru eiginlega, það er að taka eiginlega leiðina frá Suðurfjörðum Vestfjarða til Reykjavíkur. Það sem er verið að flytja fiskeldisfarma. Það sem að einhverju trukkar spæna upp malbikinu svo 20.000 jarísar. Og þegar maður er að keyra þessa vegi þá er þetta eiginlega ekki mér finnst þetta að vera verra heldur en að bara minna mig á bara þegar ég var bara barn og unglingur Já, ég var að segja að ég er búin að keyra töluvert landið í sumar og ég hugsaði oft, þetta hafði gert vel þannig að ég er aðeins jákvæðari það er búið að malbika til Borgarfjarðar eystri til dæmis, síðast ég fór þangað þá var það skelfilegu vegur og hringveginn, mér finnst þetta bara ég man að ég hugsa oft bara þetta er betra heldur en ég átti vona og betra heldur en ég var síðast. Drífa ætlar að verja það að við setjum peninga í samgöngur það er að nota eitthvað annað. Það er hægt að finna marga vegi sem þarf að bæta og laga. Já, sjálfsög og þetta er alltaf bara eilíða verkefni en ég hef töluvert meiri áhyggjur af heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. En þetta er ekki bara líka malbiki sem slíkt og vegirnir og hringvegurinn sé, heldur er þetta gatnamót, eru þau örugg með umferðarþunga og svo framvegis og stundum eru þau það bara ekki. Þú veist það eru svona hlutir sem við þurfum að horfa á, ekki bara hvort það sé steinn sem að skýsta á bíliðin á okkur og umferðin er miklu meiri með svona ferðarþjónustunni en svo líka það er náttúrulega búið að flytja alla þungaflutninga yfir á vegina það er engi skipaflutninga lengur þannig að álagið á vegakerfi núna ég myndi halda að væri 40-falt á við það sem var aldamótin og ég með sprottið upp hugmyndir án þess að það hefði verið tilgangum að fara í djúpar samgöngu umræður ég ætlaði nú bara að telja upp mismunandi innviði sem mér hefur fundist svona bersýnilega hafi láta á sjá yfir tíman en ég meina svo hafa komið
upp hugmyndir eins og til dæmis Heidelberg-verksmiðjan og þessi starfsemi sem á verið í Þorlákshöfn, þar sem voru hugmyndir það að fara að keyra ykkur að trukka allan sólarhringinn á þeim legg sko, á þjóðvegunum sem nú töluvert álag á nú þegar. Ég keyri mikið þarna á Suðurlandinu og það bara mjög mikið álag þarna yfir sumartíman. Ef þú ætlar að fara að bæta einhverju gengdalösu röð af búkollum fullum af möl þarna fram og tilbaka eins og voru hugmyndir þetta er bara brjálaðar hugmyndir. En talað grunnkerfi, það verið í sumar verið mjög þétt umræða frá Moggan skólamál. Já. Og svona, ég held að upphafi hafi verið, eða hvort það kom mjög fljótlega einhverjar svona stefnumörkum frá viðskiptaráði í skólamálum. Hvernig metið þetta? Er þetta Sjálfstæðisflokkurinn bara undirbúa það að skapa þá hugmyndum að það sé bara krísu ástand í skólunum til þess að geta keyrt í gegn einhverja tilraunir til einkavæðingar og fyrst kannski svona markaðsvæðingar skólakerfisins, þannig að við getum ekki að velja skóla, þannig að ég sé ekki neyddur til þess að senda barnið mitt í skóla sem ekki stend PISA og það sé bara mannréttindi á mér og búa til einhver svona voucherkerfi eða eitthvað. Hvað er þetta? Því að þetta virðist vera alveg bara rosalega kerfis svona vel skipulögð umræða sko. Og svo heyrir maður í öðrum fjölmiðlum að það er bara allt í einu allir komnir í rosalega vörn og hvað ætlar þú að gera? Eins og allir gangist inn á það sé stórkostlegt krísarástand. Já, ég held þetta sé óbúslega þung undiralda og þetta er samantekið ráð. Við sjáum Áslaugu Örnu einhvern veginn fara að ræða skólamál allt í einu. Mogginn er einhvern veginn blæst það upp að menntamálaráðherra hafi ekki skilað einhverju skýrslu sem hann átti að gera fyrir ári síðan. Þetta er ekki stóru skandalarnir í stjórnkerfinu. Skilur það svona verið að grafa undan þessu viðskiptaráð komið á fullt. Og þá veit maður hvar þær línur liggja. Þannig að ég er ekki nokkur meinast að vafa að næsta barátta verður að verja hið opinbera skólakerfi. Að því við skulum líka átta okkur á því að það er ekkert sem býr til ójöfnuð meira heldur en aðskilið skólakerfi. Þá erum við að tala það að hér verða skólar með miklar áskoranir, svo er elítubörnin sendi einhverja skóla þar sem eru minni áskoranir og það eru færri í bekk og það er betra atlæti og allt það. Svo fyrir að tala það að það sé ekki sanngjarnt að þessi skóli fái minni peningaldur þessi, það ég vera jafnt, þannig að þá erum við bara búin að yfirgefa þessa jafnarhugsjón og við sjáum hvernig þetta gerist í Svíþjóð. Þar gerðist þetta. Það er ekki hjallastefnan? Jú. Og kannski fleiri einkarekni, ég veit ekki. Jú, það er náttúrulega slatti af einkareknu, Landakotsskóli, Ísaksskóli, Hjallastefnan og svo framvegis. En og það hefur yfirleitt verið gert á einhver svona hugmyndafræðilegum grunni eða trúarlegum eða eitthvað slíkt, en svo verður þetta svona hugmyndin að víkka þetta út. Þannig að, og það er ávísun á ójöfnu framtíðarinnar og það er ávísun á glötu tækifæri þeirra sem minna hafa milli handana og það er ávísun á verra samfélag þegar uppi staði. Þannig að þetta er mennta- og heilbrigðiskerfi er bara vísasta leiðin til þess að búa til verra samfélag fyrir fjöldan og betra samfélag fyrir eitthvað örfá. Og ef við höfum áhuga að læra af Norðurlöndunum þá ættum við að læra af Svíþjóð að þessu leyti. Það er ekki bara það að þetta var ekki til gert verri í skóla og soga mikla pening út. Það er eitthvað bara örfá fyrirtæki sem eiga orðið meira og minna skólakerfið þar og sem gerir upp held ég á Kýpur eða eitthvað. Þannig að alls konar svona í þessu en það er líka til fólk sem hefur verið að rannsaka hvaða samfélagslega áhrif þetta hafði á samfélag. Þannig ef að fólk hefur verið áhyggjur af því að klofni svona á milli innfæddra og innflytjenda og að verði gjá á milli hverfa og annað slíkt, þá er fólk sem hefur skoðað sænska skólakerfi og segir, þarna liggur grunnurinn. Þarna liggur grunnurinn á því að Svíþjóð er að klofna í dag er að við einkavæddum eða markaðsvæddum skólakerfið. Já, og svo líka var ég að hugsa, ég er alveg upp í Svíþjóð á tíma þar sem Svíar voru velferðar og menningarlegt stórveldi og voru það mjög lengi. Við erum að verða menningarlegt stórveldi með við höfðatölu. Grundvöllurinn að því að vera menningarlegt stórveldi, það er að gefa öllum börnum tækifæri til þess að þroska sína hæfileika. Þannig að það er lykillinn. Og ef við viljum horfa út frá hinni hliðinni, frá bara atvinnulífi framtíðarinnar, þá er þetta líka praktískt. Það er að öll börn fái sér besta menntun. Þannig að það sem til dæmis hefur verið
hamlað vexti íslenskra nýsköpunarfyrirtækja og þeir takja út á Íslandi. Einn af þeim þáttum til dæmis aðgangur að menntuðu fólki og sérhæfu fólki. Þannig að þetta líka bara, þetta gott fyrir íslensk samfélag öllu leiti að við pössum upp á það að öll börnin okkar fái sem mestan og bestan aðgang að góðri menntun. Þegar þessi PISA umræða fór á stað þá var ég mér fannst hún svona svolítið harkaleg vegna þess að það kemur líka í ljós að börnunum okkar líður aðeins betur í skólanum núna heldur þau gerði áður og ég hefði haldið að það geti verið grundvöld til þess að þeim fari líka þá að ganga betur í skólanum og þannig að mér finnst við eigum ekki að fara alltaf í þetta uppnám yfir þessum hlutum en það breytir ekki því að það vantar meiri stuðning til við skóla og við kennara og við þá sem að sinna þessu störfum og það svolítið á okkur kjósendum og svo aftur stjórnmálamönnum það að veita þann stuðning og veita þeim þann aðgang að þeim bara að þeim þeir starfsumhverfi sem þau þurfa og mér finnst eins og með kennarana og mér finnst þeir vera að vinna alveg frábært starf en þetta er þrælerfitt og við ætlum þeim alltaf meira og meira þau var líka bara að ala upp börnin okkur og ala upp kenna þeim alls konar gildi og hitt og þetta og það ekki þeirra verkefni. Þau þurfa að fá að kenna börnunum námsefnið, þau þurfa að aðganga góðu námsefni og svo það okkar foreldrar að sjá hitt Nú að vera svo jákvæð, ég ætla að skipta ekki. En má ég samt bæta einu við grunnkerfin. Mér fannst ótrúlega áhugaverð greinin sem hún skrifaði formaður Læknafélagsins, hún Steinunn Þórðardóttir nýlega þar sem hún var að tala starfsumhverfi lækna og heilbrigðisstarfsfólks. Og þannig erum við svolítið að horfa á það sama. Það bara alltaf þetta aukna álag og mér fannst áhugavert og hún sagði í dag að þetta snýst ekki bara krónur og aura, þetta snýst starfsumhverfið og álagið sem að þau eru að verða fyrir. Þannig eru kröfur þessara stétta, kennara og lækna út allan heim og sérstaklega í þeim löndum sem hafa gengið lengst veg nýfrjálshyggjunar eins og Bandaríkjunum og Bretlandi þá eru kröfunar alltaf bara endurreisn heilbrigðiskerfisins, endurreisn skólakerfisins af því að það er búið að brjóta þetta svo mikið niður að starfsskilyrði kennarana eru orðin óbærileg. Það eitt mál sem við getum ekki sleppt í að ræða. Það orlofsgreiðslur til Dags Björgilssonar. Þegar ég sé þetta þá hugsa ég að Dagur á enga pólitíska möguleika ef hann alltaf fær í landsmálin þá held ég að hann sé bara engin leið. Katrín, þú nú samflokksmanneskja Dags. Já, Dagur, ég held að hann ótrúlega heiðarlegur og góður stjórnmálamaður. Ég held að hann hafi gert að þetta hafi verið bara besta vitund, besta þekking og ég veit það ekki, ég hef ekki sett mér alveg inn í þetta og menn svolítið tvísa það hvort þetta sé það sem almennt gert hjá Reykjavíkurborg eða ekki og það það sem ég myndi kannski vilja vita fyrst. Það þarf að rannsaka þessi 10 ár fór hann í frí var hann frá skrifstofunni í hversu langan tíma og þannig að við hægt að reikna þetta út. Ég get alveg sagt þér það. Þú kemst aldrei að því vegna þess að lífsstjórnmálamanns þannig að það mjög óljóst hvort þú ert í fríi eða ekki og hvenær þú ert í fríi. Þegar ég nær í 14 ár sem ég var í stjórnmálum þá komst ég í röð örfá daga án þess að skiljiði að þurfa að gera eitthvað. En þú réðst sinni vinnu sjálf og ef þú ferð ekki í frí þá það bara þitt mál. Það þykir að koma 14 árum seinna og rukka gamalt sumar. Það ekki alveg þannig. Þannig að ef við horfum bara það ekki hægt að finna út úr þessu. Hins vegar ég á því að það eigi bara þá eitt að gilda alla og það finnst mér vera stóra máli í þessu og mér finnst við ekki hafa fengið nægar upplýsingar það hvort svo séð ekki. Ég alveg sammála því. Þannig jafnræðisreglan ef aðrir annað starfsfólk borgarinnar býr við sömu kjör og sömu starfsskilyrði að þá þetta ekkert mál en ef þetta eitthvað sem hann fær bara á engin annar þá þetta mál. Og það svona kannski það sem er erfitt að átta sig á í þessu því það sem borgin segir, það sem sitjandi borgarstjóri segir, það sem Dagur segir þetta bara eitthvað sem þeir sem sjá rekstur borgarinnar hafi bara reiknað út og svona sé þetta. Við höfum að fá að sjá dæmi. Og svo ertu með á hinn bóginn, bara Þóra Neyfjörð formann Samekis stígur fram á hans og mér finnst þetta mjög athyglisvert sem með fullt af
félagsmönnum sem eru að vinna inn í þessu kerfi og greinilega kom honum einhvern veginn á óvart að þetta væri niðurstaðan sem Sólveig Önnu koma fram og segja að þetta væri athyglisvert líka vegna þess að borgin hafi verið að reyna að setja svona ákvæði inn í kjarasamninga það að orlof ætti að fyrnast hjá opinberu starfsmönnum þannig að þá ef að það þannig, þá fer hljóð og mynd ekki alveg saman og núna það bara auðvitað og eðlilega þá borgarinnar og þeirra sem eru í fórustu þar, þeir þurfa bara að skýra þetta þarf að vera alveg skýrt, þetta eitthvað sem eðlileg framkvæmd og býðst öllum eða þetta ekki og núna veit ég ekki hvort það sé svo getur haft skoðun á því hvort þetta eigi að vera svona eða ekki, það annar mál en fyrst og síðast þarf bara að fá hreint það hvort að þetta sé eitthvað sem exklúsíft fyrir þá sem eru þarna í toppbrassinu og eru með mjög há laun eða hvort að þetta sé eitthvað sem bjóðist öllum sem vinna í þessu kerfi. En eitt get ég alveg fullyrt að Dagur B. Eggertsson fór ekki inn á einhverja skrifstofu og sagði mönnum hvernig ætti að gera þetta. Hann fer þarna út og þetta reiknað út af þeim sem að sjá launaútgreiðslu. Ég ætla að vona að ég eyðileggi ekki starfslokasamninga Þórðar Snæs sem að hætta sem Íslandi. En ef ég var í stjórnarformaður Heimildarinnar og hann kæmi til mín og segði að það hefði verið svo mikið að gera þegar voru að stofna í Kjarnan á sínum tíma, hann hefði ekki getað að fara í sumarleyfi og hann eigi það 3 vikur frá því 2014 eitthvað, ég myndi hlæja hann út af fundinu. Ég segi ef þú varst í þannig starfi að þú bara tekur þitt sumarleyfi, þú getur ekki komið og rukkað ykkur gömul sumarleyfi hér. Þú ætti bara að fara í sumarleyfi. En ég myndi segja það. Já, ég líka. Þannig að ég held að þegar þú ert yfirmaður og ræður eiginlega þínum tíma að þá þetta bara, þetta bara vatn undir brúna sko. Og svo ég held að það sem gert við venjulegt fólk, það kemur sagt og heyrðu ég á inni 3 vikur og þá segir yfirmaðurinn að farðu þá í fríið. Ég held þetta bara þekkist ekki sko. Að það safnist upp sko í 10 ára tímabili, svo það líka eitt. Þú færir eitthvað milli ára, það heimilt til að færa eitthvað milli ára. Við vorum með fólk að ræða vikuskammti sem bara svona venjulegum launum og það sagði hvað er þetta, hvað er 60 dagar og fekk hann 10 milljónir fyrir 60 daga. Og það bara skilur þetta ekki sko. Það bara skilur þetta ekki. Ég segja það vantar dæmið. Við þurfum að fá að sjá það. Það hægt að segja okkur bara eitthvað og við efumst, þá verður bara afsanna þetta. Það það ekki. En hann væntanlega á leiði í Og svo líka laun borgarstjórans í Reykjavík alltaf há eins og allstaðar, þið kannist þessar töflur þar sem að bæjarstjórinn í Kópavogi með hærri laun heldur en bæjarstjórinn í New York og París og London og hvað sem Bæjarstjórinn í Reykjavík, hann ég meina hvað eru við mörg, 120.000 eitthvað. En hann samt ekki hæstur á landinu. Nei, en hann með eitthvað sko 3 milljónir eitthvað og svo fær hann heil mánaðlaun til þess að mæta 1 fund á mánuði í einhverju brunaliðs samæfingu sveitafélagana. Þessi sko laun stjórnmálastéttarinnar er komin út úr öllu korti og þetta byrjaði á eitthvað svona hugmynd að myndi ekki koma í stjórnmál nema vel borgað og ég bara hvet fólk til þess að fari bara 40 ára aftur í tíman. Höfum við fengið betri mannafláta þessu? Að þeir sem að sækja í góðu launin, það betra stjórnmálafólk sem við erum með í dag? Ég ætla að við bara fara aftur í það að ráðherra getur verið bara með svona yfirkennaralaun, þingmaður getur bara verið með venjulega kennaralaun og þetta við bara besta fólkið. Það fólki sem til í að vinna fyrir samfélagið sitt með því að fá bara, eiga ís og á en einhverju að koma allir inn á laun eins og séu einhverju sko forstjórar einhverju skráðum félögum í Kauphöllinni við að vera bæjarstjóri í Reykjavík, minnst þetta hneyksli. En það hvað sko, já. Já, og þetta sjálftaka og þetta sama fólkið á þessu launu sem hefur skammtað þessu laun og minnst að við höfum að stoppa þetta. Þetta ekki gert með vilja meira, við myndum lappa henn út og spyrja fólk. Finnst þetta gott? Finnst þetta gott að sko forsætisráðherra sem 3 milljónir á mánuði? Fólk myndi segja nei. Ég held að það sé kannski 3% sem það myndi segja já. Akkur eru þá með þetta svona? Akkur eru komið með stjórnmálastétt sem getur bara skammtað sér laun? Hvernig mistum við lýðræði út í þessa vitleysu? En erum við ekki með kjararáð sem ákveður þetta? Nei, ekki lengur. Hver að búið það til? Það var tekið úr sambandi. Ég ætla nú aðeins að taka upp hanska fyrir kjararáð því að þá gat maður allavega svona haft, sko, var það einhver umræði kringum þær ákvarðanir. Nú þetta orðið sko eitthvað sjálfvirt sem svona svolítið fljótandi eitthvað og fer eftir launaskriði og féluleikur. Þetta svolítið, já, þetta svolítið átómatist en ég man alltaf þegar kjararáð kom og það
kom stundum fyrir að Kjararáð vattu ofan af sínum ákvörðunum eða það var eitthvað aðhald að taka ekki svona ákvörðun næst. Eins og það finnst mér áhugaverða umræðan sem við höfum að reyna að leggja á borð samfélagsins, það hvað eðlilegur launamunur á Íslandi í einu samfélagi og við eigum alltaf að tala launamun þeirra hæstlaunu í samhengi við laun þeirra lægstlaunu og við eigum að taka þá umræðu bara hvað þolum við, hvað sem samfélag erum við til í og mín niðurstaða hefur alltaf verið við þolum 3 til 4-föld laun, eins og var kannski svona 1960. Já, en hefur einhvern veginn, þetta aldrei skilgreint og þetta aldrei talað í þessu samhengi og ég hef líka haft þann áhuga að setja inn í bara lögum endurskoðun ársreikninga að einingar þurfa að skilgreina launamun innan sinna eininga. Bara hæstu og lægstu og vera með einhvern stuðul þar og þá hægt að gera það hjá ríkinu, það hægt að gera það hjá sveitarfélögum og svo framvegis. Ókosturinn við þetta eða flækjustugið náttúrulega það alltaf verið að fela laun og það náttúrulega eitt sem þarf að taka á. Við byrjuðum að tala um ríkisstjórnina og þetta atriði hvað þau eru vel launuð atriði í þessu máli. Það eru ráðherrar sem eru bara með alveg fáránlega góð laun og eru með bílstjóra og 2 aðstofamenn til þess að einhvern veginn að klappa sér hvað er alltaf svo snjall og eitthvað svona. Þau eru búa við aðstæður sem bara erfitt persónulegt fyrir fólk að sleppa. Þannig og það mannlegt og það lýgur að sér einhvern veginn að geti sparkað dollinni niður veginn eitthvað og kannski verður þetta skárra þar en auðvitað spilar það inn í það. Þetta er fólk sem ég skal bara, Svandís Svavarsdóttir fengi hvergi þessi laun sem núna. Það var ekki heldur Mummi og ekki Bjarki Olsen og kannski fengi Bjarni Ben þessi laun í sínu félagi en Sigurður Ingi fengi ekki þessi laun og þannig að við erum komið svona óeðlilegt ástand að við erum með fólk sem situr á völdum eins og hefur verið komið fram gegn vilja þjóðarinnar en það er með aðstöðu við það persónulega við að sitja hanga á þessu völdum sem eiginlega langt fyrir ofan það sem að venjulegt fólk þarf að búa við. Sumir myndu fá meira, aðrir myndu fá minna, ég held að sé alveg þannig en hins vegar að þá mér finnst stjórnmálafólk á að vera ágætlega borgað en ég er sammála því að það að launin eru farin að slaga upp í forstjóralaun í skráðum félögum eða forstjóralaun í stærstu fyrirtæki landsins að þá þurfum við að staldra við. Mér finnst að yfirkennarar eiga að vera bara vel launaðir og ráðherrar geta bara sett sér við þau laun. En þegar ég byrjaði að tala Dag Bjarkison og þingframboð, ég ætla að spyrja þig Katrín. Ætlar þú aftur í stjórnmálinu? Nei. Það er ekki á borðinu eins og Það kýtlar að þetta góða gengi samfélkingar? Nei, ég fagna því, mér finnst mikið öflugu fólki þar og ég er hrifin af mikið af hugmyndum Kristrúnar en ég ætla bara að fá að vera svona hamingjusum í bakgrunni og fá að styðja við gott fólk. Ég var í 4 kjörtímabil og mér finnst það bara alveg nóg. Já. Og ég held að það er smá efið þess að nei bara alls að reyna að dýrka fram með ég er það ekki það er bara engin efi það mátti alveg reyna, hvað er þetta? Þú veist, maður þarf að kunna að hætta ég hætti og ég tók það ákvörðuna vel ígrunduðu máli og 4 kjörtímabil er feiki nóg í stjórnmálum og ég hugsaði bara ég myndi fara að gera öðrum og sjálfur mér mikið ógagn ef ég held áfram vegna þess að mér bara það fyrir að hafa áhrif á því á svo mörgu leiti að vera svona lengi á sama stað. En hefur tveir aðrir þingmenn þessi tvö eru spröðlandi fest. Drífa, ættu þú ekki að vera á þingi? Nei, ég er bara alltaf í pólitík. Já, en ættu að vera á þingi? Já, það þarf ekki til þess. Nei, ég held að ég sé bara ágætlega að setja þess ég núna. En ég bara er að hætta eftir að vera rúm 11 ár að reka lítill og meðalstóran fjölmiðil á Íslandi og ég ætla bara að taka mér tölvuna tíma í það að ákveða hvað ég ætla að gera næst. En það hefur verið leitað til þín með? Ég bara, alls konar fólk hringdi mig með alls konar hugmyndir, ég sagði ykkur að þetta fram með hann og þar geta bara verið, þú veist, sumar hafa komið með mjög opna skjöldu, ég ætla bara að taka mig smá tíma og pæla í þessu með minni fjölskyldu og nánasta hópi og Er Kristur búin að hringja þig? Ég bara ætla ekki að segja hvort að geimferðarstofnun Bandaríkjanna er hringt við mig eða einhver stjórnmálamaður eða hver sem er. Það er ýmislegt sem er áhugavert sem hefur verið pikkað í út af og ég ætla bara að taka tíma til þess að hugsa.
Þú hefur nokkur að velja. En smálið hérna á þetta svo mikið vinstri græn og þau ætla svona lengra til vinstri. Stefnir þá ekki í það að vinstri græn og sósíalistaflokkurinn svona sækja á sömu mið? Ég átta mig ekki alveg á því, sko. Ég átta mig ekki alveg á hvað sko, Drífa kannski frekar útskipta fyrir úr hverju VG búið til eða hvað eftir af VG og eitthvað fleira. Þannig að... Nei, hvað segja þetta að gera, það kannski stóra málið. Já, stundum finnst manni þetta væri svona sniðmengi af einhvern hátt. Stundum finnst manni það bara ekki, sko, eins og að þarna sem verið að tala einhvern vinstri, sko, og þess vegna tölum við bara sósíalisma, sem þá bara kannski grónagrautur sem ég lýsti áðan, sem bara kröfugerð þeirra sem að verða fyrir mestu óréttlæti í samfélaginu, á meðan að stundum þá byrjar vinstri að hljóma sem eitthvað svona svolítið svona einhverjar blúndur millistéttarfólks. En sameining flokkana, kemur það til greina? Hefur það verið rætt? Það held ég ekki. Ég hef engan heyrt nefna þetta. Nei, þú myndir vita það væntanlega ef það hefði... Já, ég hef engan heyrt nefna þetta. Engu dottu þetta í hug, held ég. Nei, nema mér. Já, enda ég hef engan heyrt nefna þetta. Og ég veit að það var við gengum framjá inn á herbergjardinni þar sem var kosningastjórn sósíalista að undirbúa svona kosninga, hvernig flokkur... Þú ekki í því? Þú ekki þar? Nei, ég ekki. Ég í framkvæmdastjórn. Herðu, En svo þetta nú oft þannig, einhvern veginn eins og ég skilgrein mig og frjálslyndur jafnaðarmaður. Þannig að þýðir að ég get alveg verið býsna frjálslynd gagnvart markanum svona ákveðnum sviðum, en svo mjög hörð til vinstri á öðrum sviðum. Og það skiptir bara máli að við séum með aðhald þeim megin frá vinstri, til þess að svona halda okkur sem eru kannski aðeins með frjálslyndari taugar í skefjum. Sem eins og Drífa hefur bent á núna og áður, að þessi vera VG inn í þessari ríkisstjórn eyðilagði svolítið þá umræðu inn á þingi. Það er einhvern veginn svo skökk umræðan til dæmis efnahagsmál og velferðarmál og annað slíkt. Utanríkismálin, já. Það hún svo langt til hægri orðið, sko, á þeirra forstum, því miður. Það líka bara svo skiptir svo miklu mála á þingi og það það sem ég finnst alltaf. Ef að samfélag á að færast eitthvað áfram og það á eitthvað gerjun eiga sér stað, þá verða hugmynda átök eiga sér stað líka. Þú veist, hvernig á ég að þroska mínar hugmyndir og mínar hugsjónir ef ég hef engan til að takast á þar við. Ég meina, þá stöðnum við bara og verðum flöt og það kannski svolítið það sem hefur gerst. Já, heyrðu, það stutt til kosninga, en vonandi, en þættinum lokið. Katrín Júlíusdóttir, Drífa Snædal og Þórður Snær. Takk fyrir komuna. Takk. Og þér fyrir samveruna, en við sitjum eftir. Okay. Takk fyrir okkur. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.